Góðan daginn, ég heiti Freysteinn Sigmundsson. Ég ætla að fá að kynna fyrir ykkur grunnnám í jarðeðlisfræði. Hvað snýst það? Hvers vegna það svona ofboðslega spennandi? Og það þannig að jarðfræði og jarðeðlisfræði eru mjög mikilvæg fög á Íslandi. Landið rúmt og mjög virkt, þannig allt sem snýr að jarðvísindum skiptir okkur í rauninni miklu máli. Það má segja að í jarðeðlisfræði þá sé aðferðum eðlisfræðinar beitt til að rannsaka byggingu jarðarinnar. Námið hafi til haldgóða þekkingu og innsýn í eðlisfræði. Stór hluti af fyrstu 2 árunum sameiginlegur með námi í eðlisfræði. En námið gefur líka sterka undirstöðu í starffræði af því hún nauðsynleg til að leysa þau vandamál sem við glímum við í jarðeðlisfræðinni. Það þarf góða starffræði kunnáttu. Þannig að við getum talið upp ýmis námskeið sem eru listuð þarna sem eru hluti af því sem námsefni í jarðeðlisfræði fjalla nauðsynlega Síðast en ekki síst, skilningur og undirstöðu þekking á jarðfræði, þið fáið það í þessu námi, þannig að það eru svona 3 meginstoðir. Það eðlisfræði, starffræði og síðan jarðvísindi. Ef við skoðum hvernig þessi skiptu upp, hvað snýst námið, ef við tökum námskeiðin og deilum þeim svona upp, þá starffræði og eðlisfræði rúmur helmingur. Vegna þess að þessi undirstöð eru svo mikilvæg til að geta farið áfram með þau verkefni sem við þurfum að vinna í jarðeðlisfræðinni. En það eru þarna síðan nokkrar aðrar sneiðar á kökunni, jarðeðlisfræði og jarðfræði, tekur stóran hluta af því sem eftir og síðan valnámskeið á 3. ári. Það líka 10 eininga BS verkefni og síðan til dæmis haffræði þarna inni. Hafið mikilvægt, margt að gerast á hafsbotni og í hafinu sem við þurfum að skilja betur. Kannski munu þið skilja það betur fyrir okkur. Nú, lokaverkefni, hvað mikilvægt við það? BS verkefni, það mikilvægt til að tilenga sér aðferðarfræði við að vinna stór verkefni, skilgreina rannsóknarspurningar, vinna með gögn, greina og draga ályktanir og niðurstöður og skrifa ritgerð. Og það margvísleg dæmi BS-verkefni, þau eru mjög fjölbreytt, það má skrifa þau á ensku eða íslensku, verða að mæla jarðskorpu hreyfingar, ryk og sand í andrúmslofti, bergflóð og veðurfar, svo dæmi sér tekið. En hvers vegna ættu þið nú að velja þetta nám? Nokkrir punktar: tenging eðlisfræði við eiginleika jarðar, ferli og atburði í náttúrunni. Ég fór í námið jarðeðlisfræði af því að ég hafði áhuga á náttúrunni og var spenntur fyrir að geta skilið hvernig við getum notað starffræði og eðlisfræði til að komast áfram í því að skilja náttúruna. Þessi grunnur sem byggður upp í eðlisfræði og starffræði mikilvægur fyrir áframhaldandi framhaldsnám ef þið hafa áhuga á því, en líka almennt bara í því sem að jarðeðlisfræðingar taka sér fyrir hendur eftir að námi lýkur. Finnst þér gaman að reikna og kljást við krefjandi verkefni, þá jarðeðlisfræðin fyrir þig. Viltu fjölbreytt úrval námskeiða sem á þínu áhugasviði og langar þig að möguleika á krefjandi framtíðarstarfi? Ef að svörum við þessum spurningum já, þá að gera að skoða möguleikan á að skrá sig í jarðeðlisfræði. Hvernig framhaldsnám í jarðeðlisfræði? Hérna við Háskóla Íslands boðið upp á 2 ára rannsóknartengt framhaldsnám sem endar með MS gráðu. Það snýst sérhæfingu á ákveðnu sviði. Hvað mest spennandi innan jarðeðlisfræðinnar að þínu mati? Það jarðskjálftar? Það jöklafræði? Það eldgos? Það jörðin og uppbygging hennar á stærri skala? Það orsakir jarðhita? Þetta geta allt verið dæmi svona ákveðin svið sem hægt að fókusera á í framhaldsnáminu. Að loknu BS-námi,
hvað gerir maður þegar maður búinn með námið sitt við háskólann? Það skiptir auðvitað opaslega miklu máli. Meiri hluti þeirra sem útskrifast í jarðeðlisfræði fer í MS-nám og sumir áfram í doktorsnám. Og hvað tekur við að eftir allt þetta nám? Störfin rauninni gríðarlega fjölbreytt og jarðeðlisfræðingar hafa mörg tækifæri í samfélaginu. En svona í grunninn þá það sem að kannski flestum dettur í hug jarðeðlisfræðileg líkön og mælingar. Það að vinna einhverja mælingar út í náttúrunni og búa til líkön úr þeim mæligögnum. Jarðhitinn, rannsóknir á honum og hagnýting, það eru bæði störf fyrir jarðfræðinga en jarðeðlisfræðingar snúa mikið af því sem að gerast ofan í jörðinni. Jarðskjálftar og eldfjöll, það kannski nokkuð augljóst að það þegar þegar eldgos verða að þá spretta fram jarðeðlisfræðingar og jarðvísindamenn og eru á sjónarsviðinu en það miklar rannsóknir í gangi almennt á jarðskjálftum og eldfjöllum á milli þess sem að stóru skjálftar verða og milli þess sem að eldgos verða. Jarðskorpuhreyfingar hafa verið vaxandi svið, jöklafræði, vatnafræði, veðurfræði, loftslagsfræði. Kennsla á framhaldsskólastigi, það nokkur hluti sem fer í það og það eru ýmis önnur störf og nám sem í boði þegar þið hafið lokið BS-námi. Hvað gerum við í háskóla? Félagslíf mikilvægt. Vera hluti af háskólasamfélaginu, njóta þess að vera í háskóla, kynnast nýju fólki. Félagslíf innan jarðfræði og jarðeðlisfræði býsna öflugt. Nemendafélagið Fjallið sér fyrir skipulögðum vísindaferðum til fjölda fyrirtækja sem starfa innan jarðfræði, jarðeðlisfræði, landfræði og ferðamálafræði. Og vísindaferðina lýsa sér í því að þar eru tækifæri fyrir ykkur til að kynnast ýmsum starfsgreinum sem þið gætu haft áhuga á að stefna á í kjölfar námsins. Nú það eru skipulagðar fjallgöngur, fjölbreyttir viðburðir, skíðaferð, árshátíð, haustvagnaðir og fleira. Og þeir skulu endilega kíkja á heimasíðu nemendafélagsins fjallið.hi.is. Þú skalt endilega skoða það að nýta þér þjónustu sem í boði til að fá meiri upplýsingar. Vefur námsbrautar hi.s/jarðeðlisfræði. Þar yfirlit yfir það sem kennt. En nemendaþjónusta verkfræði og náttúruvísindasviðs getur gefið frekar upplýsingar. Það mjög öflug stoðþjónusta í tengslu við námið, netspjall á hi.is, tölvupóstur, það að hringja, almennar upplýsingar á hi.is. Síðast en ekki síst, möguleikin á að spyrja nema námið. Það alveg gráupplagt tækifæri til að heyra frá öðrum nemendum þeirra upplifun á náminu eða ef þið hafið ákveðnar spurningar. Og það nemendaspjall sem getur spurt nemenda á þeirri námsleið sem þú áhuga á og þið skulu endilega nýta ykkur það. Þannig að ef þið hafa á náttúrunni áhuga á að nýta eðlisfræði og starffræði til að greina þau ferli sem eiga sér stað, skilja innviði jarðar, þá held ég að jarðeðlisfræði sé námið fyrir ykkur. Þá bara að gera skrá sig. Takk fyrir.